Breiðablika nær á fjær og eru velkomin á Kópavogshöll. Innan við viku á að spila hér leik og völlurinn lítur út svona. Verður spilað hér 5. maí? Það er spurningin. Það er eiginlega $1.000.000 spurningin, eins og Pétur Ómar myndi orða það. En til að fá svar við þeirri spurningu ætlum við að tala við hann Ómar Stefáns, vallastjóra. Við skulum reyna að finna hann er einhvers staðar hérna. Við sjáumst á eftir. Segðu mér Ómar, verður spilað hér eftir viku? Það verður tekið vonandi ákvörðun það bara núna eftir. Ég á von á Ólafi hérna niðri til þjálfara og við ætlum að reyna að fara yfir þetta og sjá hvað hann segir. Já, hann lítur nú ekkert vel út. Hann lítur þannig út að ef það er spilað hérna á mánudaginn þá verður völlurinn ekkert góður fyrir í júlí. Já. En hvað þið svona að reyna að gera til þess að fá völlinn góðan? Völlurinn núna, eins og hann er núna, er rosalega flottur. Við sjáum líf í honum öllum. Reyndar er núna næturfrost spáð miðvikudag og fimmtudag, aðfaranótt 1. maí og það skemmir alltaf. Svo er rosalega góð spá daginn og þannig að þá spyrir maður sig hvort maður setja dúkan eða ekki. Og við erum svona bara að skoða hvernig við tökum ákvörðun það á morgun. Þannig að við erum búin að sá í hann, við erum búin að bera á hann, við erum náttúrulega brutum af hann og klaka hann, þannig að völlurinn og svo náttúrulega erum við búin að keyra upp hitann töluvert hærra heldur en við gert hingað til, þorað að gera hingað til miðað við árstíma og það virðist svo áhætta virðist að skila sér því að við sjáum yfir allan völlinn. Það var gaman að labba með þér hérna aðeins inn á og ég mátt engum segja það frá því að ég ætla að labba með þig kannski inn á völlinn og benda þér á þetta og þú sér þetta svo ofboðslega skýrt. Það hefur tekist rosalega vel sáningur. Þannig að við erum að fá gras í hann allan. Þannig að völlurinn verður góður í sumar en það ræðist á því hversu góður hann verður út af þessum leikjum. En hvað með svona, nú erum menn að tala um hita hérna og undir vellinum, er ekkert hægt að keyra hitan á veturnar eða er þetta bara vorið og haustið? Það er hægt að keyra hann allan ársins hring. En þetta snýst fyrst og fremst kostnaði. Þetta eru, ætli sé ekki 1,5 milljón í kostnað við að keyra hann frá því að við gerum það núna, við gerum óvinnisnema núna í febrúar, lok febrúar og fram í júní. Þannig að þetta er rosalega kostnað sem er í þetta. Eigum við að rölta aðeins völlinn? Já. Sérðu hvernig að því við vertuköttuðum hann á sama tíma, en bara deginum áður, þá voru svona randir í honum, í sömu leið, þannig að svo hefur hann færst aðeins út fyrir og fara aðeins lengri hingað. Sérðu þetta? Þá kemur skilinn. Já, maður sér það alveg. Þannig að þú sér hvað sáningin er að heppast alveg gríðarlega vel. Þannig að böfilinn er að skila sínu. Þannig að hann myndi sofa hjá vellinum ef hann held að hann myndi verða betri. Hann sofa hérna á hann og halda að koma engin fugl eða geti vendaði meira. Já, þetta er sem mælirinn í vellinu sjálfum. Hérna megin á hann, þá sérðu hann er akkurat í 10.